Jæja, Lárus Orri, hvað getur maður sagt? Lélegur fyrri hálfleikur, frábær seinni hálfleikur. Hvað sagðir eiginlega við liðið í hlénu? Ég sagði ekkert við liðið í hlénu, við bara spjöllum saman í hálfleik og við vorum allir óánægðir með fyrri hálfleikin, við vorum óánægðir með vissa hluti í fyrri hálfleiknum og menn voru staðráðnir í því að laga það og menn gerðu það. Það er mitt. Og nú gerur breytingar, Haukur Andri fyrir Jónas Skemmer sem átti erfiðan dag. Haukur Andri kemur og á rosalega flottan leik. Hvernig fannst þér hann koma inn í þetta? Haukur var mjög flottur. Haukur er mjög góður spilari og hann var mjög flottur í dag og það var ekki bara Jónas sem átti erfitt uppdráttar í fyrri hálfleik, það voru fleiri leikmenn og allt liði við vorum svona tvístígandi í fyrri hálfleik, við náðum í þá en við vorum ekki nógu ákvæðnir þegar við komumst í kontakt við þá og við vorum að ná að opna við svæði en nýttum okkur það ekki nógu vel. Eins og í seinni hálfleik þá stigur hérna allir upp, Haukur kom mjög flottur inn og Jónas Vala mjög flottur og Erik mjög flottur, fleiri leikmenn þannig að það er ósanngjarnt að pikka einhvern einn leikmann úr sem átti lélegan fyrri hálfleik eða góðan seinni hálfleik því að þetta var allt liðið. Sko talandi Jónas Val, maður svona hélt mögulega að hann væri líka að fara út af því að hann átti ekki góðan fyrri hálfleik, svo kemur hann bara allt annar í seinni. Hvernig útskýrðu þetta? Já, eins og ég sagði á hann, sko, þetta er bara allt liðið, sko, liðið var bara ekki, við vorum ekki onni í fyrri hálfleik og við vorum taktíkin gekk upp, við vorum að ná að opna þessi svæði sem við ætlum að opna hjá þeim og vorum að ná yfirtölu á vissum svæðum sem við ætlum að gera og þannig að það gekk mjög vel en þegar þú ert ekki tilbúin til þess að fara allavega í tæklingunum, þegar þú ert ekki tilbúin til þess að láta vaða þegar þú fær tækifærin þá bara verður þetta mjög erfitt en kredit á liðið, kredit á strákana, við tókum samtali í hálfleik og menn voru staðráðnir í því að laga til seinni hálfleik og þeir gerðu það heldur betur. Einmitt. Myndirðu segja að þetta verið besti hálfleikurinn sem liðið við spilað þinni stjórn, seinni hér í dag? Af einhverju leyti, já. Við náðum loksins að halda boltanum betur heldur en við höfum verið að gera og áttum margar flottar sóknir. Þannig að þetta var mjög góður seinni hálfleikur en eins og segi, við fengum ekki meist í út úr. Nú var sumir í fjölmiðlum sett spurningamerki við það að Haukur Andri hefur verið að byrja á bekknum. Ertu frammistöðin í dag? Verður ekki rosalega erfitt að setja tréverkið í næsta leik? Það kemur í ljós. Það kemur í ljós, ok. Herru, bara takk kærlega fyrir viðtalið og alla hamingju með flottan seinni hálfleik og bjarga stiginu.